Mountain Sound með Of Monsters and Men. Geggjuð hljómsveit hefur að gera það svo gott þessi krakkar, það alveg rosalegt. Klukkan orðin 1:04 og FM 95 Blöð hefur hafið göngu sína þennan drottinn stýrðar 50 daginn. Sólin skín í heiði og allir feskir og beint á móti mér situr, einn drengur sem virkilega hress og kátur. Hann heiti Hjörvar Hafliðason, verður velkominn. Ég alltaf hress. Já, þú ert vel feskur núna. Já. Allt gott að frétta, Hjörpa? Ríkalega gott að frétta. Já. Hvernig ert þú? Það nú kannski aðalmálið. Ég góður. Já, ég búinn að fór á menn.is og sá að þú hittir að Manchester United-lið. Já, það er líka stíf.is og þú hefur verið duglegur að smella. Ég búinn að fá að heyra það alveg frá vinum mínum í kringum mig. Það mikið búið að gera grína með þetta bara tekið af Facebookinu og ef ég hitti Manchester United-lið þá er ekki séns að ég setið ekki inn á Facebookinu mitt. Það er ánægð með þig. Þetta var veistla að hitta lið og... Já, líka bara gaman að fá að komast á alla staði með þessar myndir. Þegið, góðlega lögum maður. Eins og ég segi, þá er ég búinn að fá að heyra nóg á þessu og nú bara síðast að vera að gera grína mér í tíndukynsluðanni. Ég var verið að taka mynd af mér og Frey Bjarna saman því ég hef svo gaman að hitta fótboltamenn. En nóg það, hvað er að frétta þér? Aldrei verið betri. Aldrei verið betri? Ég var ekkert að pæla þessu bara fyrir svona 2 mínútur síðan. Ég hef aldrei verið betri. Hvað, þú ert góður núna? Já, þú ert nú ekki típan sem tekur þátt í svona meistaramáni eða? Nei, ég raun og veru ekki heldur einhverjum janúarblöð eða neitt svoleiðis. Nei, ég er með janúarblöð. Já, ég veit það er ekkert svona askasyndrómi mér að taka út 1 mánuð og eitthvað, þú veist, eitthvað periodi eða eitthvað svoleiðis. Mér er bara lífið bara... Já, þér kallast þetta bara lífið? Já, þú veist, þetta er bara ferðalag sem ég er á. Og ég er ekki að bíða eftir þetta áfangastað. Ég er að enjoying the ride. Já. Þú veist, ef það er hringt í mig núna, hörðar, 6 ískaldir á leiðinni hérna, 101 bar, þú, bara þetta í það. Ég bara, já, ég myndi ekki segja, nei, ég er hérna með meistaramánuð. Nei. Það er vakna kl. 5 og henda mér í einhverju laug. Þú ert bara ferðalagi og... Ég er bara on a journey. Og þú veist aldrei hver næsta stoppist þegar? Ég hef ekki hugmynd hvað er að fara. Er það ekki spennandi? Jú, ég get verið að fara í Fallegastokk kl. 6. Já. Það er bara, that's my journey. Nei, ég er samt ánægð með fólki sem tekur þátt í þessu, þetta er flott. Já, þetta er... En þetta er ekki fyrir mig, because I'm on a party journey. Já, ég er ekki að taka neitt meistaramánu, en vissulega mun ég taka minn janúarblöð í janúar. Já, sem er reyndar eitthvað mestu svik janúarblöð sem ég veit um. Nei. Af því að þú ert alltaf fullur á nýjársdag. Nei, ekkert alltaf. Þú varst á perunni síðast, ég manna, við á með þér. Ef var einhver sem manna ekki og þá varst það þú. Jú, það var einmitt ég sem manna, því að ég fór heim og fór að breyti fantasíleginu mínu. Alveg, þú vannst þig þannig. En hver er stattur á nýjásklið og fer heim til sín til þess að breyta fantasíliðinu? Þegar ég sá að allir hinni voru komin í tómt rugl, ég stæði bara með mér, there's my move, já. Nei, ég hef nú samt ekki svindlað á honum. Ég teki hann alveg. Mjög illa alvaður hérna í byrjun janúar og svo tekur yfirleitt loka helgina. Þú ert að hætta að pæla einhverju svona, mánuðu til að hreinsa samviskuna. Nei, þetta er ekki til að hreinsa hennar samviskuna. Þetta er aðalega, eins og þú kemst í þitt besta form, það bara segir sér sjálft að ef þú ert að stunda líkamsrækt annað, þá kemstu í 10 svona betra form eða þú sleppir áfengi. Áfengi er virkilega fitandi og allt sem að því fylgir. Já. Þannig að janúarblöð tengist líka svolítið ræktinni, sko. En af hverju ertu ekki líka bara febrúar og mars og apríl og maí? Þá myndi ég bara ekki nenni að vera til. Ok, en þetta er flott átak hjá þessum drengjum sem eru hérna með þetta. Já, ég er ánægður með það. Og öllum þessum krokkur sem að taka þátt og bara gangi ykkur ríkalega vel. Já, takkið á þessu, kveðja frá okkur Hjörpa. Já. En við erum með virkilega góðan þátt handa ykkur í dag, kæru hlustendur. Við ætlum að launa ykkur hlustununa í dag með algjörðu veislu. Við erum með sturlaða staðreyndir á sínum stað. Við erum með, manni viðtali hér á eftir sem að tengist hommaháttíðina I'm Gay, Let's Play. Já. Hún er merkin ekki, I'm Gay, Let's Play. Já, hann kemur inn í spjall til okkar eftir. Flottulega-keppnin er á sínum stað. Svo erum við með símat við Hjörvar, en Hjörpi tók nú ekki þátt í atinu. Þetta er at sem að við Pétur Jón Sigfússon gerðum í gær, en við vorum bara með svo þéttan þátt að ati komst bara ekki fyrir, þannig að við ætlum að spila í dag og þetta er virkilega skemmtilegt. Það er að gera líka að nota meira Pétri því að þessi gæi er alltaf í fríi. Já, hann er reynda búinn að vera í 2 vegna frí. Já, og alltaf eitthvað veikur eða eitthvað. Já, veikur um daginn. Algjör aumingi. Þegar þú segir það var langmest að... Ég meina svona aumingja líka í skóla núna, þetta Fúsi 69. Já, Fúsi, handbóltamaður. Hann er alltaf veikur. Já, viltu meina að Pétur sé aumingi? Já, þú veist, maður sér bara svona gæða strax, sko. Þeir er alltaf veikir. Nei, hann er reynda rosalega oft illt í bakinu. Þú getur verið með Hafliðason í vinnu í 10 ár. Ég er svona eins og Bruce Willis í Unbreakable. Já, bara, that guy is never sick. Já.
Nei, ég veit ekki hvað. That never guy calls in sick. Akkurat. Svo ætlum við líka að fara í hlustu á hljóði og svo ætla strákanur úr hraðfréttum að mæta hérna í spjallið okkar. Og það eru 2 snillingar. Já, virkilega skemmtilega drengir. Þannig að eins og heyrið... Snillingar? Kæru hlustendur, algjör snillingar. Eins og heyrið, kæru hlustendur, það er veisla framundan. Eitthvað meira sem þú vilt bæta við þetta hérna að setja fyrsta lagi? Nei, bara fá okkur gott lag. Eitt gamalt og gott. Þetta er svona sól úti og feskleik í gangi. Avicii með Levels. Við erum að hlusta á FM 95 Blö. Það er komið að slúðri. Ertu til í góðan slúðupakka þeppi? Já. Nei, ekki. Spenntu fyrir honum? Já. Skemmtilegt þú breytir svona röddinni, fyndi. Já, mjög fyndið. Ég ætla að byrja slúðupakkan á Ryan Seacrest. Ok. En, já, hann... Sá sem hefur slegið gegn í American Idol og í útvarpinu á Itra. Það er rétt hjá þér. Já, hann er góðu vinnu Justin Bieber og þekkir mömmu Justin Bieber vel. Og, já, mammans Justin Bieber heitir Patti Mallette. Býtu, hversu vel þekkir hann hana? Ekkert þannig, en allavega var hann að koma henni núna á stefnumót og hann er orðinn svona nettur Cupid eins og hann segir hér sjálfur og já, hann sett hann á stefnumót með þekktum sjónvarpsmanni í Bandaríkjunum sem heitir Chris Barrison, einhver sem ég þekkir endur ekki, ég held ég þekkti hann flesta, þetta er endur eitthvað fréttamaður og þau skemmtu sér vist konunglega og eru vist eitthvað að hittast núna, Chris Harrison og mamma Justin Bieber sem heitir Patti Mallette og Justin Bieber og vist bara ánægði með Ryan Seacrest og þakka honum fyrir þetta. Ok, þetta er nú eitthvað sem ég búin að tala stundum að ég færi að redda mömminni að date. Já. Þú komið á orðið við mig og þú verður þér ánægði með. Nei, en sko, ég fór samt að hugsa þegar ég var að lesa þessa frétt. Segir, nú ert þú sjónvarpsmaður hér á landi, svona eins og Ryan Seacrest í Bandaríkjunum. Ok. Og já, hann kom henni á stefnumót með þekktum sjónvarpsmanni, fréttamanni í Bandaríkjunum. Ok. Hvernig hefur þér í huga fyrir mótum mína? Sko, ekki það, ég sé Justin Bieber. Nei, ef ég myndi vilja gera þér bara og væri með auðan minn í huga. Já, auðan og móðu mína, Hafdísi, sem er stórkostlega. Já, ég er að segja það. Þá myndi ég alltaf senda hann á date með Gaupa. Með Gaupa? Já, því ég held að, þú veist, myndir ekki gefa allt fyrir að hefa Gaupa sem fóstupappa. Fara bara heimtíðin og þetta væri Gaupi. Já, er Gaupa á lausu það? Nei, hann er giftur. Ég voru að segja, ég myndi gera það. Það erstu náttúrulega að vera á lausu maður. Já, ég er að segja, ef hann væri á lausu. Mamma er ekkert að fara að rústa henni í hjónaböndum. Nei, ég veit það. Þannig það er skemmtilegur. Það er gaman að hafa Gaupa hjá svona jólinn og svona. Já, það eru virkilega hressandi. Sko, hvernig standa ástamáli hjá Hemma Gunn? Hemma Gunn, já, ég veit ekki, ég held að Hemmi Gunn sé að hann svo gamallur með mér. Já, en eldri maður. Já, en samt ekki, sko. Reyndar er Hemmi topp náðungi, sko. Já, þú myndir ná alveg ekkert hata að hafa Hemma þarna. Nei, við hefum margt sammeilegt við Hemmi. United og Val og ég veit ekki hvað og hvað. Er einhver annar sem þetta eftir hug? Svona eitur og bingo? Já. Er einhverju svona vinsæli sjónvarpsmenn hérna úti sem eru á lausu? Svona Nilli, en hann er svo ungur, sko. Já, Nilli. Hvað er þetta á okkur livjum? Já, maður sjá. Hvern myndi ég fá maður? Vá. Þetta er þetta ekki allt gifti menn? Ég er náttúrulega, kannski Sölvi, en við veistu eitthvað svo ólíklegt farið. Sölvi Tryggva. Já, þá var... Mamma einn var ekki hrifin á honum. Nei. Hún myndi aldrei vilja um að gæja sem hætti 50 skópur. Nei, hún myndi ekki vilja sjá það. Hún væri ábúinlega tilfrekar í svona gæja á gamla skólanum eins og ég sem er bara á eitt par og er bara að genga á því. Já, ég líka veit að móður mín, ef hún er hlusta, þá er hún ekki sátt þessar umræður hérna og samræður okkar, þannig við skulum bara fara í næsta slúður og það er af honum Ashton Kutcher, en það voru einhverjir hrekkjalómar eða humoristar sem að hringdu og sögðust vera Ashton Kutcher og gáfu upp heimilans og sögðust vera fastir inn á baði og það væru 3 menn með byssur fyrir utan heimilið og inn á heimilinu. Lögreglan bruna á staðinn, en þegar löggan kom á staðinn og þá var bara Ashton Kutcher þarna heima á sér og ekkert í gangi, þannig að þeir voru svona að punka hann. Hversu sorglegt. Já, þetta var svona svipað sem þú verið tekinn, sko. Já, en nei, þarna voru eitthvað myndaðilega nýtt. Nei, ég veit það, en þú veist, já, en þú veist hvað ég vil tala um. Já. En er það rétt að sem ég heyrði? Hvað? Var hjónabandi hans og Demi Moore ólöglegt, eða? Já, er það rétt? Skemmtilegt að þú skildi spyrja hér að það var vist aldrei löglegt, þannig að það var þægilegt fyrir hann. Ég var að tjekka á því, ég heyrði þetta eitthvað út um mér og ég vildi bara spyrja það þessu. Svo ætla ég enda slúðupakkan hérna á Rihanna og Chris Brown, en þau sáust knúsast og kissast á skemmtistað í New York núna á mánudaginn.
þar sem að þau voru að djamma og já, hann sá svo koma af hótel hennar stuttu seinna rétt áður en hann hitti kærustuna sína eða sótti hana og þau voru þarna í einhverju slumeri og að faðmast og ég veit ekki hvað og hvað þannig að það er vist eitthvað í gangi hérna hjá þeim. King Chris Brown er greinilega karl í krabbinu. Gerðum neitt greið og ekki kalla alveg mann King Chris Brown. Nei, ég veit ekki hvort ég hef sagt þér sögu en King Chris Brown, hann átti ekki break næsta þar. Hættu þessu, já, svo Pitbull eitthvað, Hjörvar, ekki drepa mig, þú ert búinn að segja þetta, já. Var ég búinn að segja þessu? Já, þú ert búinn að segja þetta. Hann var með hugmynda lægi sem heitir International Love og fekk hann til að syngja í og þá kom þetta comeback. Já, þá kom eitthvað comeback hjá Chris Brown, en það sem er hérna... Þú vissir af þessu? Hjörvar, hættu þessu, þú segir mér þetta alltaf þegar ég minnist á mannin. Ég fór samt að hugsa, hversu leiðilegt er að vera kærasta Chris Brown fyrir utan að maðurinn aumingi að vera að lesa svona, ok, býttu, ég er að lesa hérna, voru þið eitthvað saman og skemmtist hann? Hann segir auðvitað, já, ég hitt hana bara og hvað, það er eitthvað öðsannað. En svo fer hann eftir að hafa gist á hótelu hjá henni, það eru myndir á honum hérna, þar sem hann er að labba af hótelinu hennar og hvernig er hann útskýra það svona daginn eftir, feskur? Hún sem er lag saman eða eitthvað? Já, kannski. We're making a song together. Ekkert meira í slúðrinu? Þetta er ræfilega manni. Ekkert að frétta þér eða eitthvað? Nei. Ekkert slúður? Ekkert slúður af mér. Ekkert að frétta Simmavill eða Jóa í fabrikunni eða eitthvað? Eitthvað íslenskt slúður? Já. Nei, ekki svo ég veit. Erst þú með eitthvað? Nei, mér langaði bara að heyra eitthvað íslenskt slúður. Já, ég veit það. Það er eitthvað sem við getum heldur ekki látið fólk hringa inn af því að þá er það eitthvað leiðilegt. Já, það fáið bara eitthvað svona stæla. Eina náttúrulega heitasta slúðrið í dag er að Sölvi á 50 skópur og... Það er enda grjótörfrétt. Já, og sagði hann væri samkynniðasti gagnkynniðasti maður Íslands. Já, svo fór alltaf hvolf á df.is kommentakerfinu. Trúi því. En svo sá ég að mynda honum með þarna Ingibjörgu þarna sem ætlaði að halda partíi fræga. Já, ok. En var það bara mynd eða? Það held ég. Er það ekki heitt stjörnupar eða? Nei, þá værum við búin að frétta það líklegast Ég var bara að pæli í. Ég veit það. Þetta er bara að sakar ekkert að spyrja. En ég hef allavega ekki heyrt af því og hann er single á Facebookinu sínu. Ok. Hann er látt eitthvað annað hann mér eða? Nei, ég er ekki sko. Mér langar að eiga eitthvað geggja slúður. Já, ekkert af þér. Ekkert að gerast af þér. Ekkert. Null. Fluttur inn í íbúð, það er nú eitthvað. Langt síðan. Alex Clare hér með lagið Too Close. Styttist í viðtal við mann sem að er að sjá hátíðina I'm Gay, Let's Play. Skilja skemmtilegt viðtal sem að verður spilað hér á eftir. Og svo erum við líka með hlusta á hljóðið og flottulega keppnina Símat sem að við Pétur Jón Sigfússon tókum upp í gær en bara fundum ekki tíma til að spila, það er virkilega skemmtilegt hvet ykkur til að fylgjast með því og já þannig að og svo er strákarnir í hraðfréttum á leiðinni þannig að það er bara veistla hjá okkur strákunum en ég ætla að spyrja þig hérna Hjörvar notar þú ennþá MSN í dag? Hafleitarsson@hotmail.com Hafleitarsson@hotmail.com Ertu ennþá með það í gangi? Nei, nota ekki, en þú? Nei. Hvað heitir þú þar? Tankurinn@hotmail Já. En það er eiginlega dautt bara Það er dautt. Ég hef ekki farið inn á MSN svona án gríns í örugglega meira en ár. Þetta var bylting samt á sínum tíma. Já, ég notaði þetta mikið á sínum tíma og ég var alltaf online. Fórst ekki inn á MSN þannig að sjá blöðmanninn þar með eitthvað broskall, sko. Já, en ég man að þú var stundum vildi láta taka svolítið eftir. Ég tók eftir að þú varst að sæna svona inn og út þannig að maður vissi að þú væri þarna. Þetta er eitthvað trikk sem að þú varst með sem voru að reyna að setja þér á mig. Nei, ég sá bara að þú gerir þetta mikið og ég fílaði það vel. Það var alltaf auðvitað ok. Hann var inni en sko ástæðan fyrir að spyrja er að ég var að taka hérna af ég fekk þetta sent sko það eru menn ennþá að nota þetta ég veit einn félagi minn sem notar þetta já en félagin sem notar þetta er það sameiginlegu vinur okkar sem notar MSN því að hann má ekki vera á Facebook já getur verið já ok og hérna þú veist það er bara gott að geta að tala við eitthvað fólk þannig að það sé ekki lokaður inn í en hefur hann eitthvað til að tala við er eitthvað fleiri að hann á einn félag sem notar MSN ennþá já leiðilegt hvernig fór fyrir MSN það var skemmtilegt á sínum tíma það var skemmtilegir broskallar þar já og þú veist líka látið svona verið svona hreyfikallar já sett svona svín sem byrjaði að dansa já mér finnst það æðislegt sem var svona að rugga sér já skoppaði svona inn sem svo bortið en ástæðan fyrir að byrja að ræða hér þetta MSN er af því að ég fekk senda á tölvupósti á mér spjall hérna sem var á MSN-i sem að ég hafði svolítið gaman að áður en að það tók áður að þau byrjuði að klæmast og ég sko þetta er ok, á ekki bara að lesa eins fyrir þetta er sem sagt svo kallað MSN netfang þau eru að spjalla saman hérna á MSN og ég ætla nú ekki að segja nafni á stráknum köllum hann bara Hróar það er Hróa
og hún kallar sig Gella 18 hérna. Og þetta byrjar svona, Hrói. Góðan og blessaðan daginn, unga mig. Gella 18. Hæ. Hrói. Hvað segja bændu þá? Gella 18. Bittu, hver þetta? Fínt bara, broskall. Hrói. Gott að heyra. Gella 18. Hvar fannst þið MSN-ið mitt? Eila. Sko, E-I-L-A, Eila. Engamál, spurningamerki. Hrói. Það hvað verið að rétti á þér? Hrói. Og það í fyrstu ágiskun, merkilegt nokk. Gella 18. Já, akkur talar þið svona skrítið? S-O-N-N-A, svona skrítið? Hrói. Ég mæla á íslenskri tungu. Gella 18. Ok, en alla hana, hvað viltu? Hrói. Tja, leita mér að rekkjufélaga sjálfsög. Gella 18. Ha, hvað er það? Hrói. Svona eins og vinur eða kærasti? Gella 18. Ég skil. Með 3 ellum. Ég líka, bara ég. Þessna er ég á engamál, sko. Hrói. Merkilegt nokk. Gella 18. Ok, ertu með mynd? Já, ekkert mál, segir Hrói. Og Hrói sendir inn þetta mynd. Hér er ég í minni bestu mynd, svo ekki sem meira sagt. Haha. Gella 18. Vá, íkt flottu gæi. Viltu cyber? Áttu webbara? Hrói. Nú er ég ekki alveg með á nótunum. Gella 18. Viltu cybersex eða ertu með netmyndavél? Hrói, já, svo fyrir þetta hérna í eitthvað svona smá bull, sko. En svona byrjuðu samtölun oft hérna. Já, þetta er það sem ég ætla að spyrja. Er þetta samtal sem þú kannast við, Hjörður? Þetta samtal? Já, veist, svona talsmáti. Nei, þessi förðulega íslenska sem hann búinn til, eins og... Já, svona ekka og... Ekka. Já, og svona og... Sko, það fór úr svo í töðunar sem félagið minna nota eins og OKO, stæðan fyrir bara OK. Já. Það var OKO. Já. Jam. J-A-M-M. Já, ég nota það reynda svolítið. Já, ég skil bara já og nei. Já, ok. Ég skil. Þannig að það fyrir töðunar þeirri ef ég nota jammi þegar við erum að spjalla. Nei, það var ekki töðunar. K-A. Já, hvað ætti að gera? Það er viðbjöður. Egil tala svolítið svona. Vinnur okkur. Hann er þá meira bara að grína, sko. Já. Því hann er ágættur íslensku, sko. Já, ég veit það. Hvað heldur þetta að lýsi að tala svona því að léleitt í íslensku? Já. Er þetta ekki bara svona meina eitthvað talsmandi? Jó, hvað var þetta meira? Kattagea. Var jammers líka notaðið? Hæ? Jammers. Nei, kannski ekki það. Jammers. Nei, en allavega þá var þetta stutt sínd samtal þarna MSN. Þetta dó bara MSN-ið þegar Facebook varð... A sensation, já. Þú varst komin inn á Facebook undan mér? Ég var komin á Facebook 2008. Samkvæmt með timeline. En þú? Ég fór að loka ást 2008. Ég hefði líklega aldrei farið, en ég datt að nóvendin. Ég væri að ekki... Farur ekki... Ég hefði aldrei farið inn. Nei, mitt. Engin maður jafn oft online. Nei. Það er eitthvað King Mike ofta. 170 milljónir króna í fyrsta vinning á laugardaginn. 1x2 við tippum. Pink Fitboxið inniheldur 3 vörur sem gera kraftaverk á annars 21 degi. Aðeins fyrir stelpunnar. Fæst hjá Sportlíf í Glæsibæ og Holtagörðum. Astral-tertan er komin á fabrikuna. Dásamleg karamelluterta með pekanettum, valnettum, mjólkursúkkulaði og hvítusúkkulaði, heitri rjómakaramellu og vanilju ískúlu. Þið verðið að trúa okkur, við segjum það satt. Hamborgarafabrikan með allt á hreinu. iPhone 5 er með miklu flottari örgjörfa en iPhone 4S. Er þá ekki eins gott að vera með 10 GB notkun á stærsta 3G-neti landsins fyrir 500 krónur? Tal. Svona á samband að vera. Nú er kauplaup í Smáralind. Kynntu þér glæsileg tilboð í kauplaupsbæklingnum á smáralind.is. Sjáumst Smáralind. Eldbökudagar pluss Rizzo jafnt á 1380 krónur. Hvað getur klikkað? 5777000. Láttu vaða. Rizzo. FM 95 blöð. Á FM 95. Við kynnum nýtt tromp með lakrísborða í ljúffengum súkkulaðijú. Trompaði daginn, fáðu tromp. Frábært úrval af hágæða fæðubótaefnum frá Optimum Nutrition. Perform.is. Holtasmára 1, Kópavogi. Það er réttir að hlusta hér á Auður Blöndal og Hjörvar Hafliðason. Verðum með okkur til 6 í dag og það er komið að dagskrárlið sem er að gera allt vitlaust í þjóðfélaginu. Nú? Já, sturlaða staðreyndir. Þetta er, maður getur hvergi labbað þessa dagana og þess að fólk öskra eftir maður áttu sturlaða staðreyndir. Svo mikill er áhugur fyrir þessum lið. Ég held reyndar að það sé gert í hæðni en ég hef samt gaman að þessu.
ég líka. Er það ekki? Jú. Það er svona ánalskríns, þetta skemmtilegt. Já, það margt í því sem hefur verið mjög skemmtilegt, sko. Já, þetta náttúrulega einn staðreind sem maður bara, ok, skilur ekki máli, en margt af þessu gott og ég ætla alltaf ekki að hætta með þetta strax, því að þetta er uppáldið á mér. Vonandi hafið þið, gaman að þessu. Og ertu tilbúin í Sturlar? Já, ég er óvenju tilbúin. Glæsilegt, þú ert líka bara óvenju feskur í dag. Já. Að svona án þess að sound gay, þú ljómar. Ég ljóma. Já, herru. Tilbúin. Með yfir 100 miljón borguð downloads er Tetris ennþá vinsalasti símaleikur allra tíma. Já, ok. Ég held nú að Angry Birds væri búin að ná honum. Já, svo er ekki. Já, Temple Run. Temple, hvað er það? Það er svona leikur sem þú hlaupa og hoppa og svona frábær leikur. Já, ok. Það kemur óvart. Já, Tetris er sem sagt ennþá vinsalasti símaleikur heims og það er búið að downloada honum yfir 100 miljón sinnum. Til að undirstrika hvað einhver gæi er óheppinn, þá ættu að segja að hann er það óheppinn að hann fær hring í Tetris. Já, ok, það er þetta gott. Þá er það næsta, það eru 95% líkur því að mannkynnið verði útdautt eftir 9000 ár. Fuck. Sturlaðan staðarind. Það er, þetta er ekki eitthvað svo sem við þurfum að vera að stressa okkur á. 9000 ár og ekki barnabörnin heldur. Ekki barnabörnin heldur. Nei, og ekki það ég þurfa að stressa maður þeim eitthvað á næstunni. Þá er komið að þriðju sturluðu staðarindinni. Það hafa fundist leifar af 47 miljón ára skjaldbökum. Já. Ok. Já, mér finnst þetta eitthvað áhugavert. Já, þetta er flott. En hver, þú veist, hvað ertu búin að læra þegar þú getur sagt bara, herðu, þessi skjaldbaka er 47 miljón ára? Það er ekki svo flókið. Ég hef gert þetta sjálfur. Maður tekur svona sínu úr tönnum. Ég fer með þetta í sjónaukan minn heima. Já, og getur þá bara séð öll árin. Svo tel ég hringina inn í... Einmitt. Svo er það næsta, menn eiga það eru betri líkur fyrir karlmenn að fá símanúmer hjá stúlkum ef þeir eru með hund með sér. Sturlu staðarind. I know about a guy who was thinking about buying a dog. Ég var að spæða að kaupa hund, en það var ekki tengt kvenfólki, sko. Jó, nei. Mást ekki, þú ætlaði að fara að taka myndaður svona sunnundum eitthvað. Já. Bara við tveir bestu vinninir að kúra. Já, ég viðurkenna... Ekki sætir hundur þetta. Ég myndi setja ein og mér í prófæl. En heldur þetta er náttúrulega verið að tala um Bandaríkin. Ég teki þetta bandaríska síðu, sko. Heldur þetta eigi við á Íslandi líka? Heldur það að ætti meiri möguleika? Ég er nú búin að segja þér hérna frá einu strák sem ég þekki. Já, sem að? Hérna Íslandsmeistari í fótbolta. Já. Hann er með svona hund og það er bara, eins og maður segja, þetta er bara segull. Er þetta chick magnet? Já, segull. En þetta er líka góðu vinnur, þannig að... Já, og góðu vinnur. Já, hundurinn. Já. En núna, ég vil samt ekki að fólk haldi því að koma hund bara... En þú veist, þú ert samt, þú þarft á einhverju að halda. Ég hef rosalega ofta áhyggjur að þér. Hvað? Ég vil þú fáir eitthvað, ég hugsa oft með mér, hvernig ætli jólinn séu fyrir Blöð? Þú veist að ég er eitt mesta jólabat sem fyrir finnst. Það er til einstaklingur sem heitir Jólablöð. Ég veit það, en þetta er bara leikþáttur. Við þurfum að finna eitthvað fyrir þér til að elska. Hvað ert þú með Hjörvar sem ég er ekki með? Ég er með barn á jólunum. Já. Sem er náttúrulega eina ástæði fyrir að maður nennir að halda jólin. Nei, ef ég væri 32 og ekki með einn krakka en eins og þess, þá myndi ég láta mig hverfa hérna af landi brott. Ég er vel spenntur í jólin. Ég er náttúrulega með 2 litla frængur og hvað heldur ég sitji bara einn heima hjá mér í tölvunni? Við þarf að finna eitthvað til að hún getur... Ég er mikið jólabat, þú ert ekki á ég vil að þú fáir hennar hund. Já, takk. Þá getið þið eitt saman jólunum. Ég vil ekki alltaf setja einn á jólunum. Ég myndi taka hann með, ég er ekki einn á jólunum, ég er með móður minni og systur. Ég veit, en ég vil ekki setja einn á jólunum. Hjörvar, hættus, það er komið að næstu sturluðu staðarind. 19 ára er meðalaldurinn sem fólk missir svein og meidóminn í heiminum, en í Bandaríkjunum er það 16 ára. Hérna... Ekki lægi með því. Þannig að það er 19 ára allan heim, en 16 ára í Bandaríkjunum. Já. Hvað var hönginn og fólinn Hjöppi K. gamall þegar þetta fauk hjá honum? Ég nenni ekki að ræða þetta. Segðu mér á, hvað ári varstu? Þetta var hérna, þetta er mennskóli. Ok, hvað er þetta, 97 eða eitthvað, 96? Staða þarna, já, en þú? Hvað segir þau? Þetta er að þessum árum, þetta er aðeins kringum þessi Evrópakefni þetta. Glæsilegt, Evrópakefni, tengir þetta við hana? Var þetta eitthvað góð sigur hjá Þýskalandi? Nei, en þú? Ég var 95. Já, þú náðu að gera þetta í 10. bekk, eða 9. bekk. Já. Það er náttúrulega harður, sko. Nei, það er náttúrulega bara söðakrökk, ég hef ekkert mikið annað að gera. Svo er það næsta, það er ameríski fótboltinn með langhæstu meiðslatíðni allra íþrótta. 12 sinnum meira en körfubolti sem er í öðru sæti. Ég er reyndið að halda að fótbolti væri þarna ansi ofalega. Já, en það er ameríski fótboltinn. Já, þetta er einhverja bandarískar kannanir. Nei, soccer var hann í 4. sæti. Já, það var eitthvað soccer þá meðal bandaríkjumanna. Þetta ég veit ekki. Svo er það næsta. Augað í strút er stærra en heilin í honum.
Já, það gott. Strútur það er ekki ljóttdýr. Mér finnst þetta eitthvað ákvæmt. Já, strútur, það ekki sexy fugl, sko. Ljótasti fuglinn samt kalkún. Finnst þið það? Já, hann enda skelfilega ljótur. En ég hugsa að strúturinn væri samt alveg góður í samkeppni hann. Svo það síðasta og ég veit að þú hefur gaman að þessu, af því að þú ert a big fan. Akon heitir réttu nafni Alianne Danbala Boga Timepuru Naka Lululu Badara Akon Tiam. Og tók upp nafnið Akon. Já, okkur fyrir hann ekki eftir fullu nafnið bara. Nei, en ég við ekki hérna. Alianna Bandara Boga Timepuru Naka Lulu Badara Akon Tiam. Hvað er foreldrar hans að reykja? Hann frá Senegal eða ekki? Það eitthvað skrítið í þeirri pípu, sko. Þetta líka þannig svona, þetta víða í svona latínó heiminum, Brasilíu. Það sett með 9 nöfn. 9 nöfn, já, það er ekkert óðalegt. Þú veist, Helgi Seljan vinnur okkar, hann heitir 4 nöfnum. Já, hvað er það? Georg Helgi Seljan Jóhannesson. Já, alveg rétt. Það er mesta sem ég veit Hvað er sem toppar þetta? Eiður Smári Guðjónsson Arnórsson. Heitir hann öllum þessum nöfnum? Nei, náttúrulega bara í þjóðskrá er hann bara Eiður Smári Guðjónsson. En hann er náttúrulega Arnórsson. Já, þú ert náttúrulega Auðun Blöndal, Kristjánsson. Já, er hann Eiður Smári Guðjónsson Arnórsson? Svo pappan heitir. I didn't know that. Herru, þetta voru sturla staðreyndir fyrir ykkur þennan 50 daginn. Hvað gefur þessu frá 0 til 10, Hjöppi? Þetta var svona 6,5. Já, ég sá það á þér. Ég náði aldrei einhvern veginn að... Ég var alltaf tilbúin í gott þarna. Ég veit það, en ég sá þið aldrei verða vel spenntan og það böggaði mig pínu. Ég var vel spenntur þarna í kringum hana hundadæmið. Þarna að fá mynda sér, að stelpur eru hrifnir af mönnum sem hefa hund. Þá fór ég að hugsa þig. Fór að hugsa þig á jólunum. Eins og ég gerir mikið þegar jólin eru. Akkurat. Þetta voru stjórnlega staðreyndir og hvorki þið hlustendur nýja Hjörvar Hafliðason þeirra áhyggjur af mér jólin. Mikið jólabarn. Blow Me Last One Kiss syngur Pink hér og það er komið að föstum lið hér í þessum þætti á 50 og það er flottulega keppnin. Hún gengur þannig fyrir sig að við Hjörvar veljum báðir lag sem okkur finnst einstaklega flott, spilum 90 sekundur úr laginu, svo hringið þið inn, kæru hlustendur, og sá sem að færi fyrstu 5 atkvæði vinnur. Ég er einu stíi yfir Hjörpa, ég held að það sé 15-14 fyrir Blöð, þannig að það er pressað fyrir kallinn að jafna í dag. Og ertu búinn að hugsa þér lag, Hjörpa? Já, ég er búinn að hugsa mikið lag og ég var með fullt af lögum svona shortlistuð. Já, er eitthvað sem að, sem þú vilt spila meir en annað? Já, ég er náttúrulega alltaf tíð verið mikill aðdáandi sænskra tónlistar. Já, þú átt að byrja núna, rétt, ég var fyrst og síðast, ok? Ég skal bara byrja, það skiptir engum máli fyrir mig hvort ég byrja. Nei, mitt er það sama núna. Ég er náttúrulega mikill Roxette maður. Já. Ég er mikill ABBA maður. Og svo finnst mér Eagle Eye Cherry, vandaðist tónlistamæður sem uppöðu verið. Ekki glemma Dr. Alban. Já, hann er líka mjög flottur. Já. En núna ætla ég að fara bara í basicina. Já. Og þetta eru krakkarnir í Ace of Base með lag sem heitir It's a Beautiful Life. Það er funny. Og... Það er Ace of Base, Ace of Base, og hérna þetta er úr einn af mínum uppáhaldsbíómyndum. Þetta er úr myndinni The Night at the Roxbury. Já. Will Ferrell og Chris Kattan. Það er mjög skemmtileg mynd. Og þarna svona náðu þeir aftur saman við þetta lag. En segðu mér þegar þú ert í flottulegakeppninni og ert búinn að ákveða að setja lag með Ace of Base á. Er þetta svona, að þú ert í bílniðinu mannaði heima þér, ertu að hlusta á svona? Ég hlusta mikið á, þú veist, bara rétt ángríns á leiðinni hingað upp yfir var ég að hlusta á All that you want is another baby. She's kind of... Jæja, ok. Ég hef mjög gaman á svona tónlist. Þetta er þægileg tónlist. Það er gaman að heyra. Við slumum að henda okkur í It's a Beautiful Life með Ace of Base. Þetta er lagið að sjöpa henni í flottulegakeppninni. Skulum tekka á. Ace of Base. Með Ace of Base. Já, Beautiful Life. Beautiful Life, It's a Beautiful Life. Líka á vel við, gott viður, skemmtilegt. Nefnitt. Og hvaða leiðilega lag fæði frá þér? Það er ekki leiðilegt lag frá mér. Ég er með eina bestu íslensku hljómsveit allra tíma. Það er ekki oft sem ég hendi íslensk. Hendur eindir í Jet Black Joe daginn og rúllaði þér 5-1. Næsta lag finnst mér eitt besta íslenska lag sem samið hefur verið. Bitu. Það er 2 lög sem, með hvað svo ófrumlegur og ég ætla kannski ekki að segja leiðilegur þú veit en ok, er það Stál og hnífur? Nei, það er ekki Stál og hnífur. Er það Frelsið með... Þú sást Íslendingar um átt. Ég finnst ég vera sofandi upp í sófa núna bara verið að hlusta Rás 2 eða Rás 1 sko. Nei, það er... Hvernig getur rakkan nýtt dönsk upp í alveg?
Wow. Ný dönsk svona 10 sinni betri hljómsveit heldur en Ace of Base. Ace of Base á 2-3 lög. Ný dönsk bara með heila tónleika, sko. Wow. Þetta var allavega mitt framlag hér í flottulagkeppninni. Er það líka Ace of Base við Ný dönsk? Já, ég bara segja að Ný dönsk svona 10 sinni betri hljómsveit. Nei, ja, Ace of Base hefur selt meira... Nei, slokka á þessu. Hvað? Þú ljómaður allavega og svo er þetta bara helt tæpir núna í skapinu eitthvað. Vissur það Ace of Base þeir hafa selt meira en ABBA. Ok. Sem ótrúlegt. Það allavega komið að sjá hvað hlustendur segja og það Ace of Base, Beautiful Life eða Frelsið með Ný dönsk og við skulum opna þetta fyrir síman. Hver fær þitt atkvæðin? Auðvitað uppi, ekki spurning. Já, ertu ekki ánægð með Ný dönsk? Jú, alltaf. Já, þetta toppljómsveit, fórstu á afmælistónleikana? Nei, ég mista hann. Já, ég verið til að sjá þá. Já. Herru, takk fyrir að hringja. Ok, staðan... Ég voru átt á því fyrir liðið sem að hringja fyrir þig, sko, að þetta er erfitt að fara á einhverja svona tónleika eða býr út á landi, sko. FM 95 Blöð, góðan daginn. Sælir. Sælir, hver fær þitt atkvæði? Keppnin var búinn árun hóst. Nákvæmlega. Hjörvar með þetta, sko. Leður dregur lagur á Night After Roxbury, þá ertu sigurveri. Ég held það líka. En ertu Ace of Base maður eins og Hjöppi? Sko, já, ég get ekki sagt það, sko. Nei, það held ég ekki. Þetta er náttúrulega einn besta bíómynd, eða svona fyndnasta bíómynd allra tíma. Já, enda voru ekki í keppni bíómynd, voru í keppni lag. Já, lagið sjálf, sko, þetta er flott lag, sko. Það er glæsilegt, takk fyrir að hringja. Á vel við á svona fallegum degi. Það er þannig. Ok, takk. Glæsilegur maður. Glæsilegur maður, segir hann. Við skulum fá hér næsta hlustanda. Hver fær þitt atkvæðin? Alveg klálega ekki Ace of Base. Nei, þú er ánægð með þig. Ég er ánægð með stelpunar í dag. Það er þá væntanlega Frelsið. Frelsið. Takk kærlega. Ok, bye. Staðan 2-1 hér í flottulagkeppninni. Við skulum fá næsta hlustanda. Er það Ace of Base eða Ný dönsk? Klárlega Hjörvarslag. Já, takk kærlega fyrir þetta. Þetta líkaði mér. Já, ekki. Þetta var gaman að heyra. Ertu Ace of Base aðdáandi? Heldur betur. Já, ok. Hvað ert þú gömul, vinnan? Herra, ég er 22 ára. 22 ára, já, þannig að þú hefur verið 2 ára þegar þau voru upp á sitt besta? Já, jú. Já, byrjar að halda upp á þau þá? Hvað segirðu? Þú byrjar að halda upp á þau þá? Já, í vöggunum minni. Hefur þú séð Night After Roxbury? Já. En finnst þið það fyndasta mynd sem hún séð á ævinni? Hún er mjög fyndin. Það er ekki fyndasta mynd alltaf. En takk kærlega fyrir atkvæðið. Ekki mál. Ok, bæ, staðan 2-2, það er spenni í þessu. Hvort varst þú að fíla, Frelsið eða Beautiful Life með Ace of Base? Ace of Base, allan tíma. Já, gaman að heyra. Það er með fullkomna kallmenn sem er að hringja þetta inn. Líka á svona fallegum degi, It's a Beautiful Life. It's a Beautiful Life, nákvæmlega. Ég heyri það, You're a Beautiful Man. Nákvæmlega. Allarleið. Ég er svona með tónlistasmekkin og heyri að þú vilt aðra menn líka. Æ, ekki vera með homofóbí. Það er ekki með homofóbí. Þú er að biðast afsökun á auðvunni þarna. Veitu, hvað er að því að vilja aðra menn? Nei, þetta var sagt í leiðinum tón. Þetta var sagt í leiðinum. Ég var að biðast afsökunar. Ég var að biðja afsökunar. Meiri villisingur, hún skausti í fótinn hana. FM 95 Blöð, hver fær þitt atkvæði? Ace of Base. Já, hvað laglegt, 4-2. 4-2. Nei, Ásgeir Cobain sem þetta í hús. Má ég gefa atkvæði? Nei, þú fær ekki að gefa atkvæði því ég þekki tónlistasmekkin, Ásgeir. Herru, takk fyrir að hringja. Ef að Jóngunar Gerda var hérna, það er bara Ný dönsk. FM 95 Blöð, er það Ný dönsk að Ace of Base hjá þér? Beautiful Life. Alls gott í sjálfur. Það er 5-2 fyrir þessu viðbalagi. Herru, byrju, ég heyri að þarna vönduð kona á ferð. Hvað heitir þú? Áróra. Já, Áróra, fallegt nafn. Takk. Hvernig er að vera vönduð kona á Íslandi í dag? Frábært. Er það ekki? Jú. Hefur þú komið til Svíþjóðar? Nei. Þú átt það eftir. Það er ekki skemmtilega að fara til Svíþjóðar og hlusta góða tónlist. Nákvæmlega. Ég vil bara þakka þér persónulega kærlega fyrir atkvæðið. Já, takk fyrir áfram að vera sjálfstæð kona. Takk kærlega fyrir. Ok, bye. Þetta er búið 5-2 fyrir Ace of Base. Ég er ekki að trúa þessu. Ásgeir Cobain ljómar hérna allur. Þetta er mikill Ace of Base maður. Æja, 1-1 sigurinn. Hvað, hefur aldrei unnið á þér það? Jú, ég er bara gaman að vinna. Já, ekki vera að kalla þetta homofóbíu þó að menn hafi átt á öðrum kallmönnum. Mér finnst það voðalega. Hann skaut þarna langt fyrir neðan beltistað. 5-2, Hjörvar, til hamingju með þetta. Þið veitir ekki á einu sigri. Búið að vera þetta fyrir þið.
hér á FM 95 Blö og ég kom með góðan mann í viðtal eins og flestir Íslendingar vita þá I'm Gay, Let's Play hátíðin næstu helgi og það að koma samkynhneigðir menn alls staðar úr heiminum og til að taka þátt í þessari skemmtun og hann einmitt mættur hérna hjá mér, hann Grétar Traustason og ég ætla bara að byrja að bjóða velkominn. Já, takk fyrir það. Hvernig hefur það? Já, bara ágætt. Já, hvað þetta er stór og mikil hátíð? Já, þetta svona homahátíðin Gay, Let's Play og þetta í 4. ári sem við höldum þetta og það er alltaf að fjölga og við erum að fá homma út allan heim og... Voðalegt eitthvað eðlilegur? Hvað við? Mér finnst eitthvað svo djúbrætt eitthvað. Já, þetta er 5. ári held ég sem við höldum þetta og það er alltaf að fjölga í hópnum, þannig að þetta getur orðið mikið húlum hæ. Ert þú samkynhneigður sjálfur? Já. Já, þú ert ekki bara eitthvað að halda utan um þetta? Nei, ég er samkynhneigður og búinn að vera það núna síðan ég var 18 ára gamall. Já, þú ert eitthvað svo... ok, og þetta er Gay, Let's Play, og menn að koma alls þar úr Skandinavíu og Evrópu og fari í Bláa lóni og svona. Já, þetta verður bara ákveðin svona hátíð sem við erum með. Þetta er ekki, það er enginn að kaupa þetta. Ertu ekki með kærastæðin eða eitthvað með þér eða? Jú, hann er reyndar hérna bara fyrir utan. Hvað heitir hann? Sindri Blær. Já, hentu honum frekarinn, Jesús. Sindri. Það er ekki talandi við þig, maður. Sindri. Þá var hann kominn sestur í stúdíu hjá mér, hann Sindri Blær. Komdu sæll og blessaður. Blessaður, Auðun Blöndal. Þetta er allt annað. Takktu nú í hendir á mér, flotti maður. Gaman að sjá þig. Ói, takk sömuleiðis. Herru, hvað er að frétta? Herru, ógeðslega gott. Það er allir að hneykslast núna á Sölva. Hann er í 50 skópur. Ég bara, oh my god, ég á 150. Já, hann er einmitt talinn, hann sagði að hann var gagnkynhneigðasti samkynhneigði maður Íslands. Auðun Blöndal. Já. Hann er ógeðslega flottur, en þú ert flottar en hann. Hvað? Sindri Blær, það er þessi snillingur eftir. Hvað er að frétta? Þetta var ógeðslega flott hjá okkur. Þetta er semst hátíð sem heitir Gay, Let's Play. Já, skemmtilegt nafn. Já, og þetta er 5. árið sem við höldum upp á þetta og þetta er bara, þú veist, hommar út alltaf að koma, hittast, fá okkur kokteil, skella okkur í Bláa lónið og hlæja ógeðslega mikið saman. Svo föstudagskvöldin ætla kannski að fara á Sushi Samba, fá okkur sushi og hvítin og hafa ógeðslega kósí og veistu hvað, þú mátt koma með. Já, þetta er bara veistla. Nei, þetta verður geggjað og ógeðslega gaman að hitta svona stráka út allan heim og leika eins við þá. Já. Herru, Greta má kannski ekki að heyra þetta. Nei, ég skil. Ég nefnilega var með, það var hátíðleikum daginn af svona bángsalegur hommaruleginn til landsins, þetta er ekki tengt því. Oh my god, that's not for me. Nei, ok, þú ert ekki svona bángsum. Nei, ég vil hafa það svolítið flotta. Já, ég skilji. Er þetta kærastinn hérna, Gretar? Já, Gretar er búin að vera saman núna í einhver 4 ár. Já, ert þú svona konan í því sambandi? That's for me to know and you to find out. Það er ekkert annan. Nei, hann er svona kannski líklega kallinn. Já, líklega, það kemur ekki óvart. En ég ætla bara, óska ykkur góðs gengis með þessa hátíð. Já, allavega, þeir sem ætla að koma á hátíðina, Gay, I'm Gay, Let's Play. Já. Þeir geta keypt, miða núna á Barböru. Já. Alla hátíðina með rútum og öllum pakkar og öllu húlum hæðin og jeri. Já. Og svo er risaball og nasa á laugardagskvöldið. Já. Alltaf 11 og 9. Og bara senda okkur mail, Greta verður hérna niður frá. NASA, það er ekki orðið á hótel eða eitthvað? Það er ekki búið að gera neitt, þannig að það verður... Ok, það virkir það gaman að fá okkur því spil. Ok. Hörru Auðun, kannski að við fáum að minna á að það verður að fara í lóni klón 5 á föstudag. Já, takk fyrir það, Gretar. Ég nenni ekki að tala við þig. Ok, takk Auðun. Takk, bye. Já, virkilega steikt samtal þarna á ferð eða steikt viðtal. Við ætlum að fá hér örstuð skilabóð og svo ætlum við að spila síma sem við Pétur Jóhann tókum upp í gær en náðum bara ekki að spila. Með ljósneti Símans getur þú unnið í fjarvinnu eins og ekkert hafi í skorist. Ljósnet Símans. Kraftmikil tenging fyrir heimavinnandi Íslendinga. Clean & Clear, ein mest selda húðlínan í Bandaríkjunum. Hreinsilínan sem losar þig við bólur og fílapensla. Þú finnur Clean & Clear í næsta apóteki og hagkaupsverslunum. Spennandi nýjung í Krónunni. Ódýrir kjúklingaréttir sem aðeins þarf að hita upp. 3 gerðir hver annari betri á aðeins 998 krónur pakkin. Krónan fyrst og fremst ódýr. Nú er kauplaup í Smáralind. Kynntu þér glæsileg tilboð í kauplaupsbæklingnum á smáralind.is. Sjáumst Smáralind. Endurgreiðsluleikur Orkunnar er aftur komin í gang. Þú veist hvernig þetta er.
Þú gætir unnið endurgreidda áfyllingu og 100.000 króna innegnakort í lok mánaðar. Megi orkulukkan leika við þig. Orka. FM 95 Blö á FM 95. Við kynnum nýtt tromp með lakrísborða í ljúffengum súkkulaðihjúp. Trompaði daginn, fáðu tromp. Vantar þig hágæða fæðubótaefni? Kíktu inn á perform.is. Frí heimsending allt land. Perform.is. Jennifer Lopez ásamt Pitbull, manninu sem að, maðurinn á mótinu hér. Hjörvar Hafliðarsson hefur mikla mætur á. En það sem við ætlum að spila núna er smá brot sem að átt að vera í þættunum hjá okkur Pétri Jóhanni í gær á miðvikudegi. En það var bara svo mikið að vera hjá okkur Pétri að við komum þess ekki að. Það er alveg ótrúlegt, Pétur Jóhann, hann hefur, þó hann sé orðinn fertur, þá hefur hann alveg ótrúlega gaman á öllum svona gimmickum. Það er alveg sama hvort það er, nýja, hvað segir maður, nýja tæki sem hann keypti í Bandaríkjunum sem breytir röddinn hans og eitthvað svona. Hann elskar einhverja prumpublaðru sem hann keypti fyrir einhverjum vikum síðan og þessi prumpublaðra kemur kemur við sögu í þessu símaati. Þetta er ekkert gríðilega þroskað símat en ég held að sé alveg ágætlega gaman að þessu. Allavega hlóðu Pétur í gær. Við skulum bara heyra smá símat sem átt að vera í þættinum í gær. Tjekkum á þessu. Já. Við sittum hérna við Pétur og við ætlum að halda áfram með okkar, þróaða og háþroskaða húmor hér í FM 95 Blö. Það þarf ekki að, Sellir, það þarf ekki að vera að flækja þetta. Það þarf ekki að finna upp hjólið. Ég er yfirleitt ekki að tala í mikrofón, það er svo mikið að gera hjá mér í öðru hérna. Já, Pétur Jóhann keypti hérna áður hann fór til Bandaríkjanna einhverja prumpublöðru sem hann hefur svo ofboðslega gaman að það nær engri átt. Honum finnst þetta ennþá svo skemmtilegt og hann var að biðja mig að hringja hérna í Keiluhöllina og hann ætlar að vera að leika sér með hann og með hann. Já. Og sko, á ég að tala? Hvað segirðu? Ætlar þú að tala? Já, ég skal tala og þú ert bara á blöðrunni. Ég er á blöðrunni? Já. Og hvað ætlar að vera, svona, þú ætlar bara að vera að spjalla við á daginn og... Bara eitthvað barnaamæli, þú sé að fara að halda upp á barnaamæli þarna og... Já. Og hvað þetta kosti allt saman og eitthvað. Þetta er deil. Ég sveltist á. Sorry. Það er gott sondín í dag, sko. Það er gott. Ok. Keiluhöllin? Já, góðan daginn. Ég ætla að aðtóa hér, ég er með einn 8 ára gutta. Já. Og var að spá í næstu helgi að vera með eitthvað svona barnaamæli. Eru þið með svoleiðis? Við erum bara með barnaamæli mánudaga til 50daga. Já, þannig ég þurfti að gera þetta í vikunni. Já, fyrir skipulögu barnaamæli. Já, ég var einmitt að spá í að hafa þetta, þá geti ég haft þetta bara 50daginn. Vildur þú vera í Öskilíðinni eða Öskilíðinni? Það skiptir engum máli, sko, bara það sem er hagstæðara. Það er hagstæðara í Öskilíðinni? Já, og tekið það. Og 50daginn í næstu viku? Hvað segirðu? 50daginn 11. Já, það var þá bara fín dagsending. Já, síðasta bókuna klukkan 5. Hvenær viltu koma? Ég var til að koma bara 4 leitið. Og það miðast alltaf við að það er að spila þá klukkan 4. Já, hvað? Það verða þá 4 eða halv 5. Hvað er lengi þá? Þetta tekur svona 2 tíma. Það þurfa að vera mætt rétt bókaðan tíma. Og byrjað að keili 55 mínútur. Þá snarra pítsu og glas. Það er ógulega óhljóð í símanuðinu. Heyrur eitthvað í mér? Halló? Halló? Já. Já, og hvað er þá kostnaðurinn? Kostnaðurinn? Já, þess að þetta er... 1.800 per barn. Ok. Og, þetta er svona mikið. Herri, ég ætla aðeins að ræða við frúna. Allt er góður. Ok, takk hérna. Ég gæti ekki... Hvað ætlar að segja við þessu? Ég allavega... Þetta fekk mér til að hlæja. Ég brekk regnjurættir að horfa því þetta... Ég var að benda... Veistu hvað ég var að benda þér á? Hvað? Að ná í hérna raddbreytingatækið. Já, vildur vera með það líka? Já, vera með það líka. Já, svo fréttandi. Já, annar okkar fertur, hinn 32 ára, það þarf ekki mikið til að skemmta mönnum stundum. Ein létt prumpublara, skulum fá hérna núna Muse með Uprising.
Svo ætlum við Hjörvar jafnvel að tala tilfinningaþeppi, getur þetta átt inn? Já, við erum komin með rétta mannin til að ræða við þar. Já, ef þú ætlar að tala tilfinningar við einhvern mann, þá ekki vitlaust að gera það við Ásgeir Kolbeins. Svo strákarnir í hraðfréttum á leiðinni, ekki missa því. Þú ert ekki að fara. Bíddu. Herru, þið að hlusta hérna á Uprising með Muse. En það nýr dagskrálur, Ásgeir, bíddu. Sest aðeins. Tiltur aðeins. Það nýr liður hérna hjá okkur Hjörvar á 50 dögum. Hann byrjaði í síðustu viku þegar hann var hérna hjá okkur Ragnhildur Steinun. Og þetta kallast nú bara að tala tilfinningar. Og það vil svo skemmtilega til að Ásgeir Kolbeins var hérna í heimsókn hjá okkur í stúdíónu. Og Hjörvar búinn að setja sig í stellingar. Hjörvar, ég bara biðið að taka við. Ásgeir, velkomin. Við þekkjum all Glömgósan og Spaðan og Töffaran, Ásgeir Kolbeinsson, en þarna undir niðri býr lítið tilfinningar vera. Ertu eitthvað klikkaður? Hvernig líður þér í dag? Ertu eitthvað klikkaður eða? Má ég alveg ekki fara eða? Svaraði bara, Ásgeir minn. Bara vel. Já, gott. Já. Hvernig það að vera ungur, einstæður maður og glíma við lífið? Nei, alveg. Hvað að þér? Ef við líkjum lífinu við glímu, hvernig staðan? Ertu með lífið í gólfinu eða ertu að verða undir? Vá, hvað? Svaraði bara, Ásgeir minn. Ég bara góður, sko. Er þetta eitthvað kjallara-syndrómi hjá þér, eða? Of lengi í kjallarunum, eða? Hvað? Svaraði bara eins og maður. Ég er bara góður. Hvað er málið eiginlega? Gott að heyra, Ásgeir, gott að heyra. Já, hvað rugl er þetta? Þú ert sálfræðimenntaður eða hefur að minnsta kosti farið í kúrsa í sálfræði og hefur það hjálpað þér að ná jafnvægi og tökum á þínu lífi? Ég bara... Ekki fara. Sjáðu augun á honum. Akkur ekki hægt að sína, veist ég. Ásgeir, ekki fara. Tala bara við mannin. Tala við mannin? Já, það ekkert veit að tala um. Það ekkert... Ásgeir, horfðu, þetta the circle of trust. Opnaði bara. Opnaði bara. Hvernig slærið? Ég er góður. Þú slærið ungur í gegn, búin að vera lengi á milli tannan á fólki. Hvernig hefur þið tekist að venjast lífinu sem, annars vegar fjölmiðlamaðurinn Ásgeir Kolbeinsson og hins vegar maðurinn Ásgeir Kolbeinsson? Góð spurning, Hjörvar. Vá. Hvernig er það? Hvernig er að tvinna þessu tvo menn saman? Ásgeir. Þetta er í alveg í gangi eða? Er þetta upptakað eitthvað? Ásgeir, svaraði. Já, ég er góður. En hvernig er að tvinna þessu tvo menn saman? Bara, það er furðulétt, sko. Já. En hvernig finnst þér að, ég voru afsakað að fólk líti kannski á því sem Glömgósa, kannski Töffara. Hvernig vilt þú, í hvaða ljósi viltu að annað fólk sjá þig? Önnur góð spurning. Hvernig lítið þú á mig? Ég líti að það sem tilfinningaveru, fyrst og fremst. Maður sem vill mikið, stefnir hátt og ætla sér hluti. En hvernig vilt þú að aðri sjá þig? Þetta er frábært svar. Ég ætla að nota þetta svar. Þetta var eiginlega... Nú er haustið komið og það fer að líða undir lok þess ás. Hvernig heldur að þér líði með árið 2012? Ég held að bara ég ætla að skila sér rosalega vel í kassan, sko. Og framtíðin? Framtíðin? Já, bara gríðarlega björt. Gott svar, Ásgeir, gott svar. Takk fyrir þetta, Ásgeir. Takk. Það er gott nefnilega stundum að ræða smá tilfinningar. Það hafa allir gott að þig, Ásgeir. Og þú þurftir ekki að vera að hlaupa frá þessum spurningum. Bara takast á við þetta og svara frá hjartanu. Það er það besta sem hann gerir í þessum þætti. Þú ert reyndar í hrikalega góðu jafnvægi. Já. Ég hef reyndar aldrei hitt Ásgeir Kolbeinsson, the big Kolb, the big K-man, eins og hann kallar allan bæ. Í vondu skapi eða slæmu ástandi. Nei, eða reiðan. Já. Hann er mjög sjaldan reiður. Hvenær verður Ásgeir Kolbeinsson reiður? Núna er ég að spyrja það ekki að ganni. Hvenær verður reiður? Það er eitthvað mjög mikið, sko. Já. Hvenær varstu til með síðast reiður? Það var einhver sem fekk iPhone á undan mér. iPhone 5. Ég var pínu pirraður þá. Það þarf svona stóra hluti. Já, ég horfði svona svolítið á hann og hugsaði, akkur fékkst þú á undan mér iPhone 5? Já, þá varstu reiður. Þetta er maður sem er í gríðalegu andlega jafnvægi og... Einhverju besta jafnvægi á landinu. Já, það er ekki spurning. Sannur heiður að fá þig hérna í liðin tölum tilfinningar, Ásgeir. Takk fyrir þetta, takk fyrir komuna og vonandi þig gaman að. Og lifðu. Lifðu. Já.
Næst er á Childish Gambino hér með Heartbeat, styttist í strákan úr hraðfréttum. Þeir eru á leiðinni. Við ætlum ekkert að ræða tilfinningu við þá. Þess að ræða við þá bara daginn og veginn. Hverjum degi í þessum mánuði fær einhver viðskiptavinnur Orkunar áfyllinguna sína endurgreidda og 3 vinna svo 100.000 króna inneignarkort í lok mánaðar. Eitthvað segir mér að röðin sé komin að þér að vinna. Orkan. Tryggðu Extra eftir hverja máltíð og komdu í veg fyrir tannskemmdir. Extra, gott bragð fyrir heilbrigðar tennur. Nú skal þuklarúta og ríarollur. Nei, ég sagði ríarollur. Það verður dregið í dilka á réttarballi 7. október á Dönskukránni. Mæta, hlugan 8. Danska kráin. Stöðugur straumur bíla og fótgangandi fólks á flótta undan átökunum liggur nú út úr borginni. Skriðdrekar hafa verið á ferli hér í miðbænum og höfuðstöðvar uppreisnarmanna eru þær í bílakjallara Hörpu. Einn viðmælandi minn segir að skriðdrekasveitir hafi lagt undir sig Breiðholtið og hann telji að loka orrustan. Sem betur fer þurfum við Íslandingar ekki að búa við svona ástand. Göngum til góðs á laugardaginn fyrir þau sem eru ekki jafn heppin. Rauði krossinn. Ættjarðarvinur eða föðurlandssvikari. Spennan hefur aldrei verið meiri. Homeland hefst sunnudag 7. október. Stöð 2, skemmtilegri. Þú ert að hlusta á FM 95 Blö. Á FM 957. Það er réttir að hlusta hér á FM 95 Blö, á FM 957 og við Hjörvar erum konum með góða gesti í setti. Ásgeir Kolbensson er farinn, búinn að ræða við okkur tilfinningar sínar. En hingað eru mættir 2 snillingar sem sjá hraðfréttir og það eru þeir Fannar og Benni, verið velkomnir. Takk fyrir það. Takk. Hvernig hafið þið þennan drottinn stýrðardaginn? Þetta er mjög góður dagur. Já. Við erum búin að klippa þáttinn og... Hann er tilbúinn fyrir kvöldi? Allt klart. Já, búin er hættir á netinu, voruð alltaf inn á mbl.is? Já, við erum ekki hættir, núna verðum við inn á roof.is. Já, ok. Líka. Ég skilji. Þannig að þeir eru konni bara hann í þá samstippu. Þannig að hann er frumsýndur í sjónvarpi í kvöldi, ekki? Jú, heldur betur. Takk fyrir það. Þetta voru svona Það verður sýndur 1935 í Kastljósinu. Aftast, þannig að hann verður hvað í loftinu svona í kringum 8. Kringum 8. Hvað er það langt? Þetta er mínútur bara? Þetta eru 4 mínútur og 10 sekundur. Ok. Já, þetta er svipu lengt og þeir eru voru með þetta á MBL-inu. Já. Það hefur aldrei verið pæling að reyna að hafa þetta í svona fullri þáttalengt. Jú, ef við myndum svona að vinna þess að að gera það núna, þá tæk ég held ég mánuð að gera eitt þannig þátt. Þannig að það var ekkert sérstaklega skemmtilegt. Það er náttúrulega gríðulega metnaður í þessu. Maður tók eftir þessu strax að þið voru að fara jafnvel út og Keflavík og flugvöll og þú veist bara fyrir eitt, þá voru þið að leggja anskotum mikið á okkur. Já. Þetta er pínu vesen sko, fyrir 4 mínútur, ég veit ekki aðalega, en skemmtilegt vesen einhvað síður. Eitthvað sem stóð upp úr síðasta tímabili hjá okkur, hver var svona skemmtilegasti gesturinn? Mér varst skemmtilegasti Ástor kom. Já, ég sammála því, það fekk 50.000 hits. Hann selur. Hann selur. Fyrirsögnin var líka eitthvað Ástor ríkur á dyr. Og hann rauk í alveg bara á dyr sko, hann bara fór út. Já, það var ekkert eitthvað sviðsett með honum. Nei, hann skildi ekki konseptið. Við sögðum hann, þetta er svona grín fréttaþáttur. Og hann byrjaði bara að tala í 20 mínútur bókina sína. Og svo sagði hann að hætta því, að ég vildi fá þetta styttra. Að þá bara stóð hann upp og rauk út. Hann er mjög sérstakur maður. Já. Við Sveppi fórum einu svona heim til hans sko, þá voru með svona könnun auðvitað Sveppa hver væri svona skrýtnast Íslendingurinn og hann vann og fólk sem að vann þessa kannanir þá fóru við heim til þar og létuðu að hafa medaljur. Það var mjög grillað atriði, þetta var verið svona 2:30 að degi til og hann var í svona blöndur, ég veit ekki hvort þetta voru náttfötin hans og tiltölulega nývaknar og maður hugsaði bara svona hvað gerir maðurinn á daginn og hann er svona myth einhvern veginn, hann veit ekkert hvað hann að gera, hann poppar upp fyrir að eru kosningar, annars veistu ekkert minna mann, þannig sé. En þetta sló í gegn í fyrra og er ekkert svona hræddur að vera að fara með þetta í RÚV og svona því að það er svona, hvað maður að segja, það er ekki alltaf auðvelt að fylgja eftir svona massífi hitti eins og við höfum oft séð. Er ekkert smengið við það? Ég verði ekki að ég er alveg stressaður, sko. En við erum að fá nýjan áhörndahóp, skilur. Það eru kannski
eldra fólk sem líka að fara detti núna. En það er bara gaman að sjá hvernig það fólk tekur í þetta. Já, en nú þegar eru konur RÚV, er þið eitthvað heftari? Er þið með fullkomið frelsi eins og þið höfðuð? Já, alveg sko. Simmi frábær ritstjóri. Já, Sim. Já, hann er alveg frábær sko. Hann er enda þægilur. Já, hann er það. En maður veit aldrei, þetta er fyrsti þátturinn sem komið núna og kannski verður þetta eitthvað algjört kjaftaði. Strákar, ég var svona erfitt að... Hvað er þið gamlir? Við erum fættir 88. Já. Þið eru ungir. Þið eigið lífið framöndan. Já, sem við viljum minna það. Þetta var að tala um tilfinningar. Það saman prógrama á það hérna. Náskýrin. En hvað, er þetta eitthvað sem þið er að stefna á? Náttúrulega, þekki þetta Fannar þetta búin að starfa tóldi í fjölmiðlum. Er þetta eitthvað sem þið stefni að gera, ætla að vera í fjölmiðlum? Já, mér finnst það ekkert ólíklegt, sko. Það er alltaf ekki leiðilegt að þegar maður gengur vel. Já. Season 10 á hraðfréttum. Já, Season 10, maður. Já, en svo líka, við erum alltaf með svo mikið af fólk í hverjum þætti, þannig að svona smá áhyggjuefni hjá okkur. Að við kannski þurfum að nota sama fólkið aftur og aftur og aftur, sko. Það er kannski ekkert áhyggjuefni beint, en flestir þættir eru kannski bara með 3 gesti í hverjum þætti. Já. En við erum kannski með 20. Og hvað eru margir í kvöld? Það er held ég 20. Það er 20 í kvöld, já. Það er 20 manneskjur sem við tölum við, eða 19 eða eitthvað. Já. Eitthvað texti gerir þetta lógislega að fyndið hana, en eru þið til fyndir, eða? Mjög. Já. Takið það úr styrðið með stand-up og veislustjórnum og svona? Ekki en þá, sko. Nei, ekki en þá. Ekkert að það er að púsli í svoleiðis. Nei. Það er ekkert að fara að ketti í fyndnasta mann Íslands með Daniel Moritz og félum. Nei, ég ætla alveg bara ekki koma nála þig. Það er bara þannig. En ég hveit alltaf til þess að tjekka á þættinum í kvöld. Hann er strax að loknu Kastljósið, ekki? Jú. Og í kringum 8 leitið. Og svo líka klukkan 10 á laugardaginn. 10 á laugardaginn, kvöldið þá? Kvöldið, já. Okay. Svo bara á netinu, deila á Facebook og gera eitthvað bara... Já, bara crazy, sko. Allt til að hjálpa. Virkilega gaman að fá okkur inn heimilagstrákars. Takk fyrir það. Og ég óska okkur góðs gengis með þáttinn. Takk. Við ætlum að fá hérna núna uppáhaldsslagið þeirra. Það er Gustavo Lima með Ballada. Þetta er sérstaklega fyrir þig, Benni minn. Allt annað en skemmtilegt. Og Brynjar Már út að hlusta og byrsti afsökun á því. Ballada með Gustavo Lima, þetta verður ekki að spila aftur í þess að þetta, ég get lofa eitthvað því. Hjörvar, er þetta kannski eitthvað sem þú ert að fíla? Nei, ekki með Ace of Base on? Ég var með Ace of Base on. Já, það styttist hér í lagið á leiðinni heim. Er ekki komið á hlusta á hljóðið? Það er akkurat það sem við erum að fara í, það er hlustaðu á hljóðið. Þetta er einn vinsælasti útvarpsleikur allra tíma og það var ekkert annað fyrir okkur Hjörvar að gera en að taka þetta upp á okkar arma því að þótt ótrúlegt með virðast að þá er FM 957 ekki í þessum leik þessa dagana. En við Hjöppi erum bara í þessum leik og þetta er ekki flókið. Við spilum hérna fyrir ykkur skemmtilegt lag. Við skulum bara, við þurfum ekkert útskýrta, við skulum bara hlusta hérna á stuttakynningu. Það er komið að uppáhalds útvarps. Það er rétt að opna fyrir síman 511-0957 en við þurfum að sjálfsögða að heyra hljóðið fyrst. Þannig að nú er að gera að hlusta vel því að við spilum þetta bara einu sinni. Hjörvar, ert þú tilbúinn? Já, hvað er maðurinn að gera? Hvað er hljóðið? Nú ertu búinn að... Hvað er hljóðið? Skist aðeins á því þarna. En hann gaf ykkur smá hint þarna, Hjörvar, afsakið þetta. En skulum hlusta nú, hvað hljóð er þetta? Wow, þetta er að challenge. Skemmtilegt hljóð þarna á ferð og síminn er 511-0957. Við erum með fulla vasa peningum fyrir ykkur sem að, hafið áhuga á því. Hver hefur ekki áhuga á því, Hjörvar? Já, ég meina, þú veist... Nei, ég spyr. Þá voru það að vita hljóðið. Akkurat. Þannig að, herru, hér rauðuglóð allar línur. Við skulum brotna fyrir símann. Hvað heldur þú þetta að verið? Herru, ég held að hann hafi verið að æla. Þú heldur að hann hafi verið að æla? Má ég sjá, það er dómnefndin sem að sker það hvort þetta sé rétt eða ekki. Við skulum sjá hvað að gerast. Dómnefnd, hún segir að hann hafi verið að æla. Já! Alveg hárrétt hjá þér. Þetta er hárrétt hjá þér. Dómnefndin gefur klapp. Nú verður ég að spyrja þig, hvernig fattar þetta? Hvað var það sem gaf þetta upp? Ertu þarna? Halló? Nei, hún skellt á. Þá getur ég ekki gefið henni pening. Þessi 400 kall fer þá ekki neitt. Þessi 400 kall er þá bara fyrir næsta fimmtag. Hann doblast hann. Hann doblast. 800 kall næst. Þannig að við ætlum að hafa þetta 800 krónur næst og það er náttúrulega að gera helling við 800 kall. Skólarnir byrjaðir á svona og... Þannig ég hvet ykkur til að fylgjast með... hvet ykkur til að fylgjast með næsta fimmtudag þegar við förum aftur í hlustaðu á hljóðið. Ég vona að þessi kona hafi bara samband við okkur kannski einn á maili. Ef svo er það bærum peningin.
En annars komið að Neo, Let Me Love You. Þetta vonandi skára en síðasta lag. Tjekkum á þessu. Neo, eða Neo, hvað sem hann kallar sig. Já, það ekki Neo. Með lagið Let Me Love You. Hún ekkert að flækja þetta strákurinn. Leiðið mig bara að elska þig. Já. Laka til að sjá hana þátt hjá þessum drengjum í kvöld. Já, þetta eru 2 snillingar hérna á ferð, Benni og Fannar, og hraðfréttir hefja göngu sinni í kvöld. Eitthvað sem segir mér að maður eftir að vera meira var við þessa drengi. Já, þetta eru 2 menn og uppið með lífið framundan. Það gæfur ekki fyrir að vera nokkrum árum yngri í dag. Ég gæfi helling fyrir það. Mér finnst samt sko, Hjöppi, þú talar stundum bara eins og við séum að deyja. Við erum ekki taka Við gætum verið að deyja, sko. En það er ekki úr elli. Við eigum alveg nóg eftir, 32 er þetta einhver aldur. Já, við hefum góð 4 ára eftir. Það er að þér, eins og Maja systir er 4 árum eldri en ég. Hún er bara aldrei lítið betur út og verið feskari, sko. Já, það er gaman að heyra. En hvað ætlar Hjörvar Hafliðason að gera þetta 50-dagskvöldið? Hvað er að frétta það núna? Það er bara eins og all 50-dagskvöld hjá mér. Það er bara party. Já, er það party boy? Já, það er bara party. Lífið er stanslöst party hjá þér? Já. En okkur er lífur? Nei, því miður. Ég er bara að vera eitthvað vorólegt. En ég þeir. Herðu, ég er að spara fyrir bíó bara. Já, ég ætla að horfa á Steindan okkar. Já. Ég er byrjað að horfa á þetta núna á allan 5. Steindin okkar er alveg með þetta. Það er skemmtilega þetta. Veistu hvað, serían núna er svona 1.000.000 sinnum betri heldur en síðasta. Já, þetta er yfirbara serí af fyrstu 3, finnst mér. Sástu þarna síðasta átt þegar gæinn var að lesa fyrir barnið? Já, það var skemmtilegt. Búið að vera alveg, og þarna ættamótslægið. Já. Sem að gæinn var á ættamóti. Verulega fyndið, þannig að Steindin er í stuði núna þessar myndir. Já, ég er sammála því, en það ætla ég að tjekka honum. Maður kikir á ræðfréttir, Steinda og svo er náttúrulega Erpur í kvöld líka, Blasrocka. Já. Með sinn þátt, þannig að það er í rauninni... Þetta er að vera svona comedy kvöld. Já, góð dagskrá, en svo er þetta allt búið tíðan, maður kemst í 10 bíó. Það er einmitt það sem ég er að spá að gera. Já, en hvernig, svo ég ætla nú ekki að fara í tilfinningaþöppi, en hvernig gengur í skólanum? Gengur bara fínt. Já, ertu að kynnast krökkunum og svona? Ég kynna svona, já. Nei, ég er bara að spyrja það, hvað, er þetta ekki eðlileg spurning um nýbyrjar skóla? Skemmtilega krakkar á það með þér? Já, rosa fínir krakkar með þér. Góður bekkur eins og móti? Frábær bekkur, sko. Ertu elstur? Meininu? Nei, það er nefnilega það ekki, er ekki fólk á öllum aldri í háskóla núna? Jó, það er mjög langt frá þeim svo elstur. Já, en þetta væri kannski kjánalegum að fara aftur í menntaskóla. Já, en það stóð aldrei til það sem ég kláraði hann bara með glæsi bara, sko. Ég veit það, ég er bara að segja, það væri annað. Já, getur þú ekki ferið hraðbraut eða eitthvað? Já, ég ástand ekki að 30 einingar eftir, sko. Hverju líkur ekki af? Það því ég er bara ekkert með að gera í dag, held ég. Ég held ekki. Ef ég myndi vilja fara að læra eitthvað, þá væri það leiklist. Þannig að ég þarf svo sem ekkert stúdentinn í það. Nei, hvað gerir maður það bara ellendist á eða? Já, ég hugsaði, það væri gaman að prófa, en sko, finna þér, ég segi þetta og segi þetta. Er þetta 3 eða 5 ára á með það? Ég er búinn að segja þetta í 10 ár. Já. Og aldrei gert neitt í því. Ég er í my comfort bubble, eins og ég kalla hana, og ég virðist bara ekkert vilja stíga út úr henni, sem er óþólandi. Comfort bubble. Já, þú átt það til að fara út fyrir your comfort zone. Já, maður verður náttúrulega stundum að gera það, sko, annars er maður bara fast við því sama alla ævi, sko. Ég veit það. Þannig að það er aldrei að vita. Þannig að fyrir ykkur úti sem er að pæli að gera hlutina, bara stökk við á þá. Látið verða að þessu. Það er betra að hafa gert það og séð eftir heldur en að hafa ekki gert það. Já. Þetta er ekki samanlega því það svar. Jó, það er þetta er eins og einn maður sagði við mig þegar hann var að fara út á föstudegi og konan var ekki alveg nógu sátt við það. Þá sagði hann það er betra að fá fyrirgefðu á laugardegi heldur en að fá leyfi á föstudegi. Já, ég skil það. Skilur hvað við? Já, með þessum orðum ætlum við að fara hér í örstuð skilaboð og svo er það lagið á leiðinni heim. iPhone 5 er með stærri skjá en iPhone 4S. Þar nýtur 10 GB notkun á stærsta 3G neti landsins sér ótrúlega vel. Tal. Svona á samband að vera. 170 milljónir króna í fyrsta vinning á laugardaginn. 1x2 við tippum. Sjálfstæðisbarátta á Dillon alla 50 daga. Mættu með Jón Sigurðsson í veskinu og þú færð túle, skot eða einfaldan á 500 kall. Dillon Rockbar. Það hefur aldrei verið jafn hagstætt að vera áskrifandi að Stöð 2. Nú kynnum við nýtt og öflugra fríðindakerfi í Stöð 2 Vild. Sjálfvirka afslætti beint í vasa áskrifanda. 10% afsláttur alla daga í 10.11 ef verslað er fyrir 2.000 krónur eða meira. Þú virkjar öll kreditkort fjölskyldunar inn á stöð2.is. Stöð 2 Vild. Allt fyrir áskrifandur. FM 95 Blö.
FM 957. Við kynnum nýtt tromp með lakrísborða í ljúffengum súkkulaðihjúp. Trompaði daginn, fáðu tromp. Frábært úrval af hágæða fæðubótaefnum frá Optimum Nutrition. Perform.is Holtasmára 1. Drengur vann American Idol núna síðast. Heitir Philip Phillips og lagið Home. Það svona nettur of Monsters and Men feelingur í þessu lagi finnst mér. Þið voru að hlusta á þetta daginn. Eitthvað svona. Já, það svolítið Monsters and Men dæmi, svona ævintýra eitthvað svona. Svolítið þeirra hljómur, það eins og sé verið að stela frá lítilli hljómsveitur frá Íslandi sem var ekki orðin fræg þegar hann vinnur þessa keppni. Já, þú ert glöggur og allt svona. Þakka þér fyrir það, Hjörvar. En ég ætla að spyrja þig, Hjöpi, hvað heldur að þú pantir oft pítsu að meðaltali manni? Þessi septembermánuði náttúrulega var ógeðslegur. Nú, ertu búinn að taka þér nokkrar? Ég er búinn að taka mjög marga pítsur síðast í hádeginu. Hvað var fyrir valinu í hádeginu? Það var hérna á... Ég má ekki segja henni logo, það er ekki auðlýsað það. Nei, ég fór á Pizza King hérna. Pizza King, kongurinn sjálfur, ok. En hvað heldur þú að taka í margar á mánuði? Af því að ég er með tölu hérna hvað Bandaríkjamenn taka oft á mánuði og ég held hún er í stærri, sko. Það er reyndar að segja, ég held að sé ekkert verið svona... Það er allan einu viku, held ég. Ég, svona, þú veist, ef ég er bara raunsar. Já. Þá er þetta svona 5, það er kannski einu auka að það. Já, 5 til 6. 5 pítsuna meðaltali í mánuði hjá þér. Já, það ekki. Þá ertu örugglega svipaður og allir hlustendur. Ég hugsa, er ekki flestir sem er að hlusta núna sem er að taka 4 til 5 á mánuði. Meðaltalið í Bandaríkjunum með 4,3 á mánuði. Þannig að þá er eins og fólk sé að taka eina í viku og svo kannski... En reyndar hefur sko pítsu sem einhvern veginn þróa svo mikið sko. Þegar maður var að byrja, þá var maður alltaf í nautahækki og sveppum. Já. Svona 86-7 þegar Jón Bakan var að byrja. Já. Svo fór það alveg yfir í hvað, pepperoni og sveppi. Ég var í pep, svepp og chili kryddið lengi, mér finnst það svolítið gott. Pepperoni og ananas. Svo dætti eitthvað svona dæmi í huga, allir voru reynir og frumlegir að panta pítsu með beikoni og bönunum og svona. Já, bananar og tómatar og eitthvað svona kjaftaði, það teka ekki þátt í því rugli. Nei, og svo núna er þetta meira út í þetta jalapeno, rjómaostinn, þú veist. Herru, hættus, mér langar í pítsuna. Ég get lofað þér því, frá hjarta mínu, að ég er vel yfir 5 sinnum í mánuði. En ég ætti að vera alveg hreinskilinn, þá hugsa ég panti pítsu svona... Manst eftir fyrst þegar var panta pítsu heim tíðin? Já, Hvenær datt þetta á hún? Varst það á þessum skítu á krók þegar þetta byrjaði? Akkur segir þú skítu á krók þegar fullt af fólki á Sauðárkróki að hlusta til þess núna? Hvað er svona skítut við hann? Þetta er bara þvílíkt fallegu bær. Já, það var heimsending á Sauðárkróki. Hvað er þetta? Var það lítill bær? Nei, ég var bara að velta fyrir mig. Hvað pítsustað var þarna? Það var Pollin hérna fyrst og breyttist svo í Ólafshús. Það er nú bara með betri pítsu landsins. Voru það hérna... Skal auglýsa það allan daginn. Eða farið á Sauðárkrók, farið þá Ólafshús og fáið okkur pítsu. Það fáið bestu pítsu sem til þess. Og gott að blessa. En hérna... voru það fyrstu pítsunar sem þú pantaði þér? Á Pollunum? Já. Það var svona fyrsta heimsendingin sem ég dætti. En þú, var það Jón Bakan? Jón Bakan. Já, nýbla vinnum Kópavogur. Kópavogur er svona the home of pizza, oft kallað. Ég er í svona 7 pítsum á mánuði. Já. Sauðárkrókur er það hvað? The home of, hvað, ekkert eða? Sauðárkrókur? Home of... Bara home of life. Þegar Kópavogur er the home of pizza. Kópavogur er ekkert home of pizza. Jó. Nei. Prófahöttur byrjaði þar. Jón Bakan byrjaði þar. Sauðárkrókur, home of sports. Home of sports, það er ekki hann að geta... Besta íþróttasvæði landsins. En það er hættum að ræða pizzur og förum í lagið á leiðinni heim. Fyrsta sinn sem ég leyfi Hjörvar að velja lagið á leiðinni heim og hann er nú ekki með besta tónlistarsmekki heimi en valdi hins vegar ágætislaga þessu sinni. Þetta verður ekki verið spilað áður í þessum þætti þótt ótrúlegt með virðast. Þetta er við nú okkar Coolio og lagið heitir Gangsters Paradise. Ég held að flestir hafa nú heyrt þetta lag einhvern veginn. Coolio hér með Gangsters Paradise. Hjörvar búinn að vera með okkur síðan 4 í dag. Hjöppi, ég þakka þér bara fyrir þína komu í þáttinn. Já, takk fyrir það. Það er búin nóg að vera hérna í Háka Strákunum, fengum góða gesti og rætum tilfinningar og ég veit ekki hvað og hvað. Hann er að mæta hérna í stúdíóðu, hann Rikki G og verður með okkur til 9 kvöld, takk ég vel á móti honum og svo er það 2 harðir á morgun, ég og Egill Einarsson. Það er það sem allra best í kvöld, kæru hlustendur. Við minnum á steindan okkar sem er á Stöð 2 í kvöld klukkan 9, að verða 9. Endilega tjekkja á því. En þannig til á morgun, hafa það bara sem allra best og við ætlum að enda þetta á Ríhönnu hér með lagið Diamonds, nýtt frá henni. Með ljósneti Símans getur verið með alltaf 5 háskerpumyndlykla í gangi á sama tíma. Auk þess að hafa aðgang að 1000 kvikmynda í sjónvarpi Símans. Ljósnet Símans. Kraftmeiri tenging fyrir íslenskar fjölskyldur.
170 milljónir króna í fyrsta vinning á laugardaginn. 1x2